Núna sýnatakan fyrir erfðamengisúrvalið komið í hendurnar á bændum. Með þátttöku bænda í sýnatökunni aukum við afköst og komið fleiri sýnum til greiningar á hverjum tíma. Þessi sýnataka verður gerð á öllum fætum kvígum sem eiga að fara í mjólkurframleiðslu. Tekið verður vefjasýni úr eyranu með nýju merkjunum. Eyrnamerkin koma með hníf og glasi sem að verður notað til að geyma sýnin. Hægt að panta eyrnamerki með glasi og hníf til töku á vefjasýnunum inn á bufjö.is. Gömlu hefðbundnu merkin verða áfram notuð í nautkálfa. Ef panta á merki frá 800 til 900 gott að panta venjulega merki frá 800 til 850 og seinni hlutan frá 851 upp í 900 sem vefjasýna merki. Þá verða nautin númeruð frá 800 til 850 og kvígur frá 851 upp í 900. Vefjasýna merkin munu þurfa sérstaka töng en hægt að velja tvenns konar gerð. Önnur frá OECD í Noregi og hin frá Agrotag í Danmörku. Hvert og eitt bú fær sent box sem ætlað til þess að geyma sýnin sem tekin á búinu. Gott að festa boxin í mjólkurhúsi þar sem sýnunum verður safnað af mjólkurbílstjórum. Staðurinn verður að vera vel sýnilegur og aðgengilegur og heppilegt að hafa hann hjá lífmeðarólunni. Með nýju merkjunum þarf sérstaka töng svo hægt sé að taka vefjasýnið. Áður en farið að merkja þarf að ganga úr skugga að númer á sýnatöku glasi, sýnatöku hníf og merkjum sem örugglega það sama. Þegar merki sett í kvenhlutin látin snúa inn í eyrað og karlhlutin út og merkin staðsett á sama stað og önnur merki eins og sést hérna á myndinni. Þegar norska eyrnamerki tekið úr plastinu þarf að gæta þess að halda í blöðkuna þar sem að sýnatökuhnífurinn situr laus í merkinu. Ítið á öryggi á hlið tangarinnar og setið karlhlutamerkisins í töngina. Sleppið örygginu og athugið hvort að karlhlutin sé ekki örugglega fastur og réttur í. Ítið á klemmuna í kjafti tangarinnar og komið kvenhlutamerkisins fyrir. Merkið nú kálfinn og merkið ætti nú að vera fast í eyranu og sýnið eftir í hnífnum. Varast verður að smita sýnið og koma sýnatöku glasinu sem fyrst á sýnatöku hnífinn. Setið glasið upp á nálina og passið að spilla ekki sýnatöku vökvanum. Þrýstið töngin saman þar til að glasið komið upp á hnífinn. Glasið getur verið laust en þolir alveg hnjask. Á dönsku merkjunum klemman í tangarkjaftinum opnuð með því að ýta henni upp og aftur. Setið kvenhluta merkisins í töngina og sleppið klemmunni svo að blaðkan sitji rétt að föst. Setið karlhlutan í og þrýstið tönginni þétt svo að merki læsi sér. Sýnið nú komið í glasið sem situr eftir í tönginni. Takið glasið úr tönginni og setið í boxi í mjólkurhúsinu þar sem að mjólkurbílstjórinn tekur þau í næstu ferð.